Tvö tengd útgerðarfélög eiga miklu stærri aflahlutdeild í síld og loðnu en tengd fyrirtæki mega samkvæmt lögum. Loðið orðalag laganna veldur því að ekki hægt að skilgreina þau sem tengd fyrirtæki. Samherji og síldarvinnslan eiga þriðjungs- og fjórðungs aflahlutdeild í síld og loðnu. Samherji á tæplega helming í síldarvinnslunni og forstjóri Samherja stjórnarformaður síldarvinnslunar. Félögin teljast samt ekki tengd samkvæmt lögum stjórn fiskveiða. Í gögnum Fiskistofu má sjá að aflahlutdeild Samherja HF í síld rúmlega 13% og í loðnu rúmlega 9%. Hlutdeild síldarvinnslunnar í Neskaupstað í síld 15,5% og 16% í loðnu. Samanlagt eiga þessi fyrirtæki miklu meira en þau 20% aflahlutdeildar sem löglegt að sé á hendi sama fyrirtækis eða tengdra. Þorsteinn Már Baldvinsson, oft kenndur við Samherja, enda stofnandi og einn aðal eigenda fyrirtækisins, stjórnarformaður síldarvinnslunar í Neskaupstað. Þess utan á Samherji tæplega helmingslut í síldarvinnslunni. Engu að síður virðist orðalag í lögum stjórn fiskveiða vera það loðið og teygjanlegt að erfiðlega hefur gengið að sýna fram á að þessi tvö fyrirtæki séu tengd. Já, við höfum klárlega skoðað þessi dæmi, gerum það með reglubundnum hætti. Hins vegar kann það vera erfitt og flókið að sýna fram á tengsl og eins og regluverkið í lögum stjórn fiskveiða þá ber Fiskistofa þarf að sýna fram á tengsl fyrirtækja og aðila. Þannig að það getur verið flókið að sýna fram á það eins og regluverkið Það mætti vera skýrara og meira afgerandi varðandi þetta atriði. Stjórnendur Fiskistofu hafa látið alþingismenn vita af þessum ágalla lagana. Til að mynda kemur fram í skýrslu starfshóps endurskoðun á lögum stjórn fiskveiða frá árinu 2010 að Fiskistofa telji erfitt að ná utan raunveruleg tengsl aðila sem jafnvel væru flestum kunn. Það nákvæmlega það sem á sér stað í tilfelli Samherja og síldarvinnslunnar. Björn Valur Gíslason, alþingismaður, situr í atvinnuveganefnd og hann satt einnig í áðurnefndum starfshópi. Hann staðfestir að menn hafi skoðað þetta á síðustu vikum og að vilji sé til þess að skerpa á þessu ákvæði í nýju frumvarpi stjórn fiskveiða sem lagt verður fyrir þingið í vetur.